Norðlenska nautakjötið. Uppskrift á góðu kvöldi. KEA-kortið minn hagur. KEA-kortið fyrir þig og þína. Fyrri vél jarðvarmastöðvar Landsvirkjunar á Þeistareykjum var gangsett síðastliðinn föstudag, þann 17. nóvember. Þeistareykjastöð fyrsta jarðvarmastöðin sem Landsvirkjun byggir frá grunni. Við gangsettum fyrri vélasamstæðuna með formlegum hætti núna á föstudaginn var 17. nóvember. Og við erum semst á lokastigi að prófa hana og reiknum með að afhenda hana til fullbúnandi reksturs 1. desember. Hvað framleiðir þessi túrbína mikið rafmagn? Hún framleiðir afl upp á 45 megawatt. Virkjunin þessi tveir áfangar sem núna verið að byggja eru samtals 90 megawatt. Þetta eru tvær vélasamstæður upp á 45 megawatt hvor. Og þetta fyrri af tveimur. Hvenær má gera það fyrir seinni? Samkvæmt okkar áætlunum þá reiknum við með að setja seinni hverfili nýrekstur 1. apríl á næsta ári. Núna unnið að uppsetningu á honum. Við reiknum með að hefja prófanir í byrjun janúar. Og rafmagni sem hér framleitt, í hvað fer það? Til að byrja með, frá fyrri vélasamstæðunni, þá fer rafmagnið upp í gegnum nýja línu sem liggur frá Þeistareykjum upp í Kröflu og þaðan inn á byggðalínuna. Þegar PCC fer í rekstur niður á Bakka núna í kringum áramótin, þá fara ríflega 50 megawatt þangað og restin fer svo inn á net. Virkjunin hugsuð til að mæta orkuþörf innaðar niður á Bakka en ekki síður til að framleiða orku inn á landsneti hér á Norðausturlandi. Því það hafi sýnt sig á undanförnum árum að það vantar orku inn á neti á þessu landsvæði. Hönnun virkjunarinnar hófst árið 2011 og uppbygging á verkstað vorið 2015 en verkefnið á sér þó töluvert lengri sögu. Undirbúningurinn hófst árið 1999 þegar Þeistareykir EHF var stofnað, fyrirtæki sem að heimamenn stofnuðu, sem hafði það markmiði að vinna orku á Þeistareykjum, nýta þessa frábæru auðlind og auka þar með hagsældi í nærsamfélaginu. Nú farið að sjá til lands í þessu öllu saman. Hvernig hefur þetta gengið? Þegar maður horfir tilbaka þá held ég okkur hafi bara gengið býsna vel. Við gerum okkur grein fyrir að við vorum að hefja vinna á mjög snjóþungu svæði og í undirbúningsframkvæmdum sem stóðu yfir 2014 til dæmis þá lentum við í mjög þungum vetri. En svo bara í svona verkefnum að þarf að hafa svolítið heilladísina með sér og veturnir á framkvæmdatímanum frá 2015 og þangað til núna hafa verið okkur bara býsna blíðir. Borhólunar sem þjóna þessari túrbínu, hvað eru þær margar? Þegar að við byrjuðum framkvæmdir, uppbygginguna hérna á staðnum, þá höfðu verið boraðar 10 hólur, þar voru 8 virkar. Og aflið sem var hérna til staðar á þeim tíma var það bil 58 megawatt. Þegar svo var ákveðið að bæta við seinni hverlinum, þá réðumst við að bora 8 til viðbótar, þannig að nú erum við með 16 virkar hólur sem þjóna þessum tveimur vélum. Þessar hólur eru boraðar frá 4 borsvæðum og þær eru frá 3 og upp í 5 saman í knippi, en síðan eru þær stefnuboraðar niður í jörðina, þær fara ekki lóðrétt niður, heldur boraðar fyrst lóðrétt og svo beygjaðar af leið til að reyna að finna gufuæðar niðri í jarðhitasvæðinu. Við erum með þessar 16 hólur. Þær eru mjög misjafnara stærð. Sú minnsta sem við erum að nýta okkur núna að gefa okkur 3,5 megawatt á meðan sú stærsta að gefa okkur rétt hæft 21 megawatt. Þannig að það mikil flóra í þessum borhólum. Eðli svona borhóla að þær dvína þegar þær eru teknar í rekstur. Kannski 2% á ári
Þannig að við höldum og teljum að hér á svæðinu erum við með gufu til reksturs á þessum vélum núna í svona 5 til 7 ár. En upp úr því þarf svo að fara að bora viðbótarholur. Það er ekki út af því að svæði sé í raun og vera að minnka, heldur að það safnast útfellingar í holurnar sjálfar og við þurfum þannig að bora nýjar holur, setja nýjar gufuleiðslur niður í jörðina. Holurnar eru svona nokkuð konar leiðslur til þess að sækja þá gufu sem við vitum að er þarna niðri. Ef við horfum svo til framtíðar þá getum við rifjað upp að umhverfismat fyrir Þeistareyki gerði ráð fyrir alltaf 200 megawatta virkjun. Hér erum við að reisa 90 megawatta virkjun og við viljum nálgast svæðið af varfærni, nýta það á sjálfbæran hátt. Þannig að sinni erum við ekki að hugsa frekari stækkun. Heldur þurfum við að láta reksturinn af þessum 2 vélum sýna okkur hvernig svæðið bregst við áður en við getum ákveðið hvort og þá hvenær við myndum ráðast í frekari framkvæmdir hérna. Þessa dagana eru 140 starfsmenn á svæðinu en þegar mest var voru þeir 250. En hver verður staðan á Þeistareykjum eftir að framkvæmdum lýkur? Við munum nota næsta sumarið 2018 til þess að ganga frá í umhverfinu því sem ólokið er, snirta í kringum okkur og svona má náttúrulega ekki gleyma því að við erum að læra að reka stöðina og í kringum reksturinn svona þessa fyrstu mánuði mun koma að einhver mannskapur en fjöldin verður allt annar og miklu minni heldur en hefur verið. Hvað erum við þá að tala um mörg störf sem verða hér? Vegna Þeistareykjavirkjunar hefur Landsvirkjun ráðið 8 manns til reksturs hérna á þessu svæði. Virkjunin verður rekin með Kröflu af sama starfsfólkið sem er Kröflu mun sinna vinnunni hér en það semst verið bætt við 8 manns. Hvernig er tilfinningin núna eftir allan þennan tíma að það sé verið að setja í gang? Hún er býsna góð en þetta hefur líka verið rosalega skemmtilegt. Við höfum átt mjög gott samstarf við fólki hérna í nærumhverfinu, sveitafélögin, íbúan á svæðinu. Við höfum lofað að fylgjast með, reynt að hlusta á þeirra áhyggjur og væntingar. Maður hefur eignast góða kunningja og jafnvel vini líka. Auðvitað breytist þetta, nú þarf maður að fara að hugsa sig í gang, reyna að ná sér niður. Það er búið að vera langir vinnudagar í langan tíma. En það kemur eins og annað, maður tekur smá tíma að gíra sér niður og svo vonandi koma einhver ný verkefni til að fást við. Norðlenska nautakjötið. Uppskrift á góðu kvöldi. KEA-kortið er frábær kostur. KEA-kortið fyrir þig og þína.